Og áfram höldum við föstudagsþáttinn. Þau eru komin til mín, Heimir og Helga, og ætla að segja okkur frá gospel tónleikum. Velkomin. Takk fyrir það. Hvenær eru tónleikar, segið þið? Þeir eru á sunnudaginn, fyrsta, klukkan 8 í Hofi. Er þetta eitthvað í tengslum við Akureyrarvöku? Nei, raun og veru ekki. Það var ekki neitt? Nei, þetta var ekki hugsað með það, sko. Nei, en það er ágætt að það tengist, að það lendir saman. Já, fullt af fólk í bænum og svona. Já. Þetta er sem styrt af verðandi listsjóði. Já. Þannig að þetta er svona bara eitt og sér. Já. Í Hamraborg? Já, bara stóri salurinn. Og þið hefur pláss fyrir 500 hlustendur, áhorfendur. Óskum eftir hlustendum. Ekki söngurum, heldur hlustendum. Það er alveg fullskipað kór. Það er fullskipað kór. Þið bætið ekkert við ykkur röddum þar? Nei, við viljum kalla þetta söngkóp. Ekki illa meint kór, þetta er söngkópur. Þetta er svona lítið dæmi. Já, hvað eru margir í söngkópnum? Við erum 14 núna. Og skiptist þetta svona cirka jafnt eftir kynjum, eða? Nei, en það er mjög passlega. Já, það er ótrúlega margir kallmenn samt. Já. Með svona söngkópa yfirleitt. Og er þetta svolítið svona stuðlög? Þetta er svolítið, maður stendur ekkert kjur og syngur eða hvað? Þetta er algjörlega blandað. Við erum með poplög, við erum með rock og gospel. Og við erum að taka, við erum svo heppin að fá útsetningar frá Óskari Einars að sunnan. Hann kann sitt gospel. Búin að vera stóð og stytta í þessu. Algjörlega. Og svona gospelkongur landsins, sprenglegarður og búin að vinna með mörgum þekktum í gospel. Er þetta hans útsetningar þá eða? Já, að stóru hluta. Margar, já. Og þetta er núna á sunnudaginn, klukkan 1, sögðu það? 8. 8 kvöldi. 8 kvöldi. 1. september. 1. september, það er bara núna á sunnudaginn. Það er bara að gerast. Þetta er að gerast. Þetta er bara að gerast. Og kostar inn á tónleikana eða? 3 og 5. Já. Getur maður útvegað sér miða fyrirfram eða bara mæta með cash? Það er á mag.is. Þetta er allt professional, sko. Og eru þið búin að æfa grimmt? Já. Algjörlega. Og það verður öllu tjálta til. Já. Þannig að það verður svona kannski óhefbundið, hvað ég segja, uppsetningi á sviði og svona. Eða hvað fólk venst er að horfa á kóra. Þannig að þetta verður bara... Við erum að leika okkur svolítið með palla og eitthvað svona. Eru þið í búningum? Nei, kannski ekki. Nei, við erum ekki beint í búningum, en við erum með svona dresscode vist, svona bling og eitthvað. Já, alltaf blingið, sko. Helga er svo mikið fyrir það. En við erum svona, við reynum að vera bara hann okkur líði vel á sviðinu. Við erum ekkert að fara, við töluðum búninga fyrst, sko, en síðan bara, nei, það voru ekki allir til í það, sko. Þannig að við erum bara að gera þetta mjög þægilega. Ykkur þægilegasta fína púsi. Já, öllu líði vel. Þið eru búin að æfa grimmt í allt sumar og svo er vetrarstarfið framundan eða hvað? Já, það er margt framundan. Mjög spennandi tímar. Viljið eitthvað segja eitthvað frá því, eða? Já, kannski við segjum ekkert, við viljum ekki segja mikið meira. Það er bara leyndótt. En það er eitthvað svona mikið í gangi. Mikið í gangi? Eitthvað afmælisár eða? Nei, desember verður... Já, desember verður busy. Það er svoleiðis. Og þið er alveg til í það? Já. Svo erum við náttúrulega sko að stefna að þessi hópur verði opið fyrir því að ráða hann í alls konar verkefni. Já, verkefni. Athafnir til dæmis, kirkjuathafnir, við erum til í það. Algjörlega. Ef að þú veist, fólk heyrir í okkur núna á sunnudaginn og kannski þú veist, vill fá okkur í brúðkaup eða eitthvað skilur. Það er allt opið. Hvað, eru það að æfa einu svona til þessari viku, bara yfir allt árið? Nei, við tökum bara í rauninni sessjón. Já, það er bara verkefni. Ef það er eitthvað framöndan þá bara æfið? Já. Sendum bara nótur og hlustun á liðið og svo bara er æft stíft fyrir það. Er þetta svolítið svona tónlistar mentað fólk eða þið skiljið, geta allir þessi nótur, er það í skilyrði til dæmis? Ekki skilyrði, en það er svona... Stór hluti getur, já. Já, það er svona stór hluti. Svo erum við með gestasöngvara. Já, gestasöngvara. Alveg dæma? Já. Og hver er það? Það er Andrea Gylfa. Hún er að fara að syngja með ykkur. Hún er að fara að syngja með og hún taka trillinga á sviði. Já. Svo er Gógó. Hún er kannski minna þekkt hérna fyrir norðan, en vel þekkt í sérstaklega gospelinu og svona fyrir sunnan. Já. Þú maður kynna hana fyrir ykkur hérna fyrir norðan. Já. Algjör dífa. Og þær syngja þær saman eða bara sikkur lagi með ykkur? Bæði. Já. Það er bara... Og undirspil eitthvað kannski? Já, við erum með hljómsveit á sviði. Það er hljómsveit. Skipað af hámenntum tónlistarmönnum. Já.
En þetta þeir eru allir tónlistarkennarar við tónlistarskólann Akureyri. Viltu segja okkur hvað þeir heita? Já, það Krissi Edilstein á gítar og Risto á píanó. Og svo Stefán Ingólfsson á bassa og Emil á trommur. Og Rún. Og Rún, já. Hún á selló. Þannig að þetta getur ekki klikkað. Þetta getur ekki klikkað. Þið lofið góðri skemmtun á sunnudagskvöld klukkan 8.